Góðan daginn, kæri okkar. Í dag fyrsti dagurinn í tilslökunum í átt að svona nokkurn veginn eðlilegu lífi aftur. Þar sé að við höfum okkur öll vel. Þannig að ég held að sé alveg við hæfi að hafa svona semi-kraftmikinn tíma. Þið setið eins miklu orku í hann og þið viljið og svona frekar sveigjanlegan og opnandi tíma. Skulum byrja standandi í dag. Standa á miðri dýnunni eða fremst á dýnunni, loka þessu augunum. Sjá fyrir okkur beina línu dregna í gegnum mitt eyrað, niður í öxlina. Svona cirka bát í gegnum mjöðmina, hnéð, ökklan. Svona nokkuð bein í baki. Leiðum aðeins athyglina að andardrættinum. Og finnum að við getum andað miklu dýpra heldur en við gerum yfirleitt í deginum. Öndum djúpt, þenjum svolítið út brjóstkassann og öndum rólega frá. Skulum aftur anda djúpt að og rólega frá. Skulum teygja hendurnar upp, setja þumlana saman, lófarnir snúa fram, lyfta höfðinu. Horfa upp, lyfta hökunni langt frá bringunni, teygja handleggina vel upp, reyna að hafa handleggina alveg beina. Lyfta svo höfðinu aftur hér upp í miðju. Við skulum taka utan vinstri úlnliðinn með hægri hönd og toga höndina hérna aðeins yfir leið og við sveigjum okkur yfir til hægri. Stöndum vel í báða fætur, finnum teyginn í hliðinni. Aftur upp í miðju, losum, vinstri hönd tekur hægri úlnlið, teygjum okkur yfir til vinstri, finnum góða teygju í hliðinni og aftur upp í miðju. Við skulum setja vinstri fót, krossa hérna aftur fyrir hægri fótinn, grípa utan vinstri úlnlið með hægri hönd, skjóta mjöðminni aðeins til vinstri, og reyna að teygja okkur enn betur til hægri en við gátum. Reyna að búa til gott sé úr líkamanum. Aftur upp í miðju, losa fótinn, stíga með hægri, aftur fyrir og út fyrir vinstri. Skiptum hönd, vinstri hönd, hægri úlnlið, teygjum okkur vel yfir til hliðar. Gott jafnvægi, halda kviðvöðvunum spenntum, teygja yfir og aftur í miðju. Stöndum í báða fætur, smá bil á milli fóta. Skulum setja fingurgómana upp á axlirnar. Við skulum standa þétt í fætur og ekkert hreyfa neðri hluta líkamans. Þegar við snúum upp á okkur, yfir til hægri, snúum höfðinu, horfum yfir hægri. Olnbogann, stöndum þétt í fætur, svona sem við séum að snúa okkur bara frá mittinu og upp úr, tilbaka og yfir til vinstri. Anda djúpt hérna í snúningnum, löng hryggsúla, góður snúningur. Aftur tilbaka í miðju, gerum þetta aftur, snúum upp á okkur, yfir til hægri, miðju. Og yfir til vinstri. Komin aftur í miðjuna, losa hendur, hrista. Við skulum standa svo fremst á dýnunni, gera nokkrar sólarhyllingar með smá útúrdúrum. Reyna að ná svolítið góðum hita og kraft í líkamann. Ég mun benda á alls konar auka útfærslu sem þið getið bætt á, þannig að hlustið bara vel, verið til staðar í eigin líkama og sjáu hvað það tekur okkur í dag. Við stöndum jafnt í báða fætur, finnum bein í baki, við skulum spenna aðeins kviðvöðvana, lengja aðeins hnakkann. Tökum fyrst nokkrar hálfar sólarhyllingar sem erum bara að taka fram beina, ekki að stíga tilbaka alveg strax. Við sveiflum upp handleggjónum að innöndum
Á þráöndun föllum við fram, setjum lófana niður í gólf, öndum að hálflyfta, frá, frambeygjan. Láta höfuð hanga. Öndum að, standa aftur upp, leggja lófa saman, horfa upp, draga niður. Aftur eitt svona í viðbót, teygja okkur upp, falla fram, setja lófa í gólf, hálflyfta, frambeygja. Öndum að, koma upp, lófar saman, draga niður og svo gera eitt svona í viðbót. Teygja okkur upp, þetta er rosalega góð hreyfing til að liðka bakið og axlirnar. Lófarnir í gólf, anda að hálfur, frá, djúpa frambeygjan okkar, öndum að, komum upp, niður og losa hendur. Skulum bæta á, taka sálarhyllingarnar núna. Byrjum á Surya Namaskara A. Tökum fyrst bara eina venjulega með engum útúrdúrum og bætum svo hægt og rólega ofan á. Öndum að, teygjum okkur upp, anda frá, frambeygja, að, hálfa lyfta, frá, stíga eða hoppa aftur í plankastöðu. Hér gerum við armbeygju, rúllum yfir tærnar, erum á ristunum, öndum að í upphundinum og frá, stígum aftur í höndin, sendum hælana vel niður, réttum vel úr fótleggjónum, sterkir handleggir, slaka á hálsi, anda rólega hér. Öndum að, horfum fram, frá, stíga eða hoppa fram, að í hálfu lyftuna, frá, frambeygjuna, að, standa upp, frá, upphafsstaða, losa. Aftur, öndum að, öndum frá, frambeygjan, að, hálfa lyftan, frá, stígið eða hoppið aftur í plankastöðuna, gerum armbeygju, upp hund og hund. Og við skulum bjóða hundinum hér upp á að losa hægri fót og senda beint upp í loft, þrífætta hundinn, rétta vel úr ristinni, stíga fast í vinstri, skila, skipta, vinstri upp, rétta vel úr, skila og hundastaðan. Anda djúpt að, horfa fram, nota fráöndunina í að stíga eða hoppa fram. Öndum að í hálfu, frá í frambeygjuna, að, stöndum upp, frá, upphafsstöðu, aftur, öndum að, öndum frá, frambeygjan, að, hálfa lyftan, frá, stíga, hoppa plankan, armbeygjan, upp hundurinn, hundurinn. Skulum aðeins opna núna framan á lærunum og mjaðmirnar, bjóða hundinum að spræna aðeins, losum hægri fót upp, beygjum, velum hné, hællinn fellur yfir, þeir sem vilja geta flippað alveg yfir og skila og vinstri upp, opna vel og ef þið vilja getur vinstri fóturinn fallið alveg niður í gólf hérna hinum megin og skila, stíga vel í hæla, anda djúpt að, horfa fram, fráönduninn skilar ykkur fram með stigi eða hoppi, andið að í hálfu, frá,
í frambeginni, að til að standa upp, frá, skila og losa. Ljómandi gerum aftur, byggjum hita, anda að, anda frá frambeigjan, að hálfa, frá stíga, hoppa, planka, halda anda, gera armbeigju, rúlla yfir tær, innöndun, upphund, fráöndun, hund, við skulum aðeins liðka axlir núna, losa vinstri hönd og grípa utanvert hægri ökklan. Losa herðablaðið, þrýsta vel í gegnum hægri hönd, hælarnir vel niður, losa, hægri hönd, grípur utanverðan vinstri ökkla, þrýsta vel í gegnum vinstri höndina, skila, gróðsetja hælana vel, rétta vel úr fótleggjónum, anda svo djúpt og horfa fram og frá til að stíga eða hoppa fram, þið andið að, hálfa lyftan, frá, frambeigjan, að, stöndum upp, frá, bænastaðan, losa hendur. Aftur svona, öndum að, öndum frá, frambeigjan, að, hálfa, frá, stíð, hoppið aftur í plankastöðuna, beygið arma, rúlla yfir tær, aftur í hund úr upphundinum og nú ætlum við að spyrða þetta allt saman, fyrst þrífætta hundin, hægri fótur beint upp, höldum 5, 4, 3, 2 og 1, beygja fótinn hné, spræni hundurinn, 5, flippið yfir ef þið viljið, 4, 3, 2, 1 og skila hægri fæti niður, losa vinstri hönd sem grípur utanvert hægri ökkla og 5, 4, 3, 2, 1, skila og hinum megin vinstri fótur upp í þrífætta hundin, 5, 4, 3, 2 og 1, spræni hundin, flippið yfir ef viljið, 5, 4, 3, 2, 1, skila, losa hægri hönd, grípa utanverðan vinstri ökkla, 5, 4, 3, 2, 1, skila, gróðsetja hæla, slaka á höfði, anda svo djúpt og nota fráöndunina í að stíga eða hoppa fram, innöndun hálflyfta, fráöndun djúp frambeygja, innöndun standa upp, fráöndun skila. Flott, komum við 4 umferðir. Höldum áfram, bætum á, öndum að, teygjum okkur upp, frá, föllum fram í frambeygina, að, hálfa lyftan, frá, stíga, hoppa, aftur í plankastöðuna, beygið arma, rúlla yfir tær í upphundin, í hundin, höldum aðeins hundinum, finnum hvernig hælarnir eru farnir að stíga þéttingsfast ofan í gólfið. Svo skulum við færa fæturnar alveg saman, færa hægri höndina undir miðjan líkamann, snúa okkur upp í hliðarplanka, 5, 4, 3, 2 og 1, aftur í plankan, upp í hundin, ýta hælunum vel niður, færa fæturnar alveg saman, vinstri höndina innan miðju, hliðarplankin, 5, 4, 3, 2, 1,
skila og aftur upp í hund. Halda hundinum, setja hælana vel niður, venjuleg breidd milli fóta og við komum niður í höfrungastöðuna. Beint niður á olnbogana. Höldum 5, 4, 3, 2, 1 og aftur upp. Öndum djúpt að, horfum fram, stíga eða hoppa fram. Öndum að, hálfa lyftan, frá, frambeygjan, að, koma upp, frá, bænastaðan, skila okkur í upphafsstöðu. Ljómandi. Skulum gera þetta aftur og bæta núna aðeins við. Öndum að, teygjum okkur upp, frá, föllum fram, að hálfa, frá, stíga, hoppa aftur í plankan, taka armbeina, upp hundinn, og við skulum aftur færa strax fætur saman, setja hægri höndin inn á miðju, hliðar plankan, 5, 4, 3, 2, 1, aftur upp í miðju, upp í hundinn, vinstra megin, fætur saman, höndin inn á miðju, 5, 4, 3, 2, 1, aftur upp í hundinn, þrýsta hælunum vel niður, koma svo niður á olnbogana, í höfrungastöðuna, fyrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, þið farið upp í handstöðu ef þið viljið, 4, 3, 2, 1 og aftur upp í hundinn. Slökum aðeins á í hundinum. Öndum djúpt að, horfum fram, stíga, hoppa fram. Anda að hálfa, frá, frambeygjan. Koma upp og aftur í upphafsstöðu. Frábært. Aðeins fann að hitna kannski. Við ætlum að taka líka nokkrar umferðir af Surya Namaskara B. Við ætlum að setjast niður í sætið. Stóru tærnar snertast, ekki ökklarnir, hnén snertast. Sveiflum höndunum svo þannig að fingurgómar koma að snerta gólf. Handleggir koma upp, anda að. Anda frá, frambeygjan. Að, hálfa lyftan. Frá, stíga aftur í plankastöðuna. Gera armbeygju. Upp, hund. Hund. Og við lyftum upp hægri. Og við ætlum að stíga fram með hægri fót til að koma upp í stríðsmann 1. Sveiflum upp handleggjónum, sitt hvorum megin við eyrun. Tékkum aðeins af hnéð, hallar frekar út, heldur hún inn. Höldum fyrir 5, 4, 3, 2, 1. Hendur aftur niður í gólf. Stígum aftur í plankastöðuna, gerum armbeyguna, upp hundinn, upp með vinstri og fram með vinstri í stríðsmann 1. Handleggina upp og höldum 5, 4, 3, 2, 1. Skila niður höndunum, stíga aftur í plankastöðuna, gera armbeygina, gera upp hundinn og hundinn. Og við stígum strax aftur fram í stríðsmann 1 með hægri. Komum upp fyrir
5, 4, 3, 2, 1 og skiptum strax í stríðsmann 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hendur niður í gólf, stígið aftur í plankastöðuna, gerum armbeyguna, upp hundinn og stígum aftur með fram með vinstri og tegjum upp hendur. 5, 4, 3, 2, 1 og skipti í 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hendur niður í gólf, stíga aftur í plankastöðu, gera armbeygju, upp hund og hund. Halda hundi, slaka á í hundi, þrýsta gegnum lófa, stíga vel í hæla. Beygjum við okkur í hnjánum, höndum djúpt að, stíga eða hoppa fram og koma beint upp í sætið og halda sætinu fyrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 og réttum úr okkur. Finnum aðeins hvernig okkur líður í líkamanum, hefur okkur farið að hitna. Ef okkur ekki farið að hitna, skulum bara spóla aftur á byrjun og gera þetta allt saman aftur. Það ætti að búa til smá hita í kroppinn. Við skulum snúa okkur yfir í standandi stöður, standa fremst á dýnunni. Bein í baki. Rétta vel úr okkur. Settu svo hendur á mjaðmir. Fætur eru svona rétt, það bil mjaðmabreidd. Við ætlum að taka eina djúpa frambeygju. Föllum fram. Tökum utan stóru tærnar. Komum okkur vel niður, slökum á í bakinu, slökum á í hálsinum og höfðinu. Losum hendur, lyftum okkur upp í hálfulyftuna, setjum hendur aftur upp á mjaðmir, spennum kviðvöðva og réttum okkur upp. Stígum framarlega á dýnuna, stígum í hægri fót, aftur með vinstri, við ætlum að gera þríhyrninginn, beinir fætur, taka handleggina vel út, horfa niður á stóru tána á hægri, stefna þangað, taka utan stóru tána, horfa upp eftir vinstri handleggnum, fyrir 5, 4, 3, 2 og 1 og koma upp, snúa fótunum, taka handleggina út aftur, horfa niður, stefna svo niður og horfa núna upp eftir hægri höndinni fyrir 5, 4, 3, 2 og 1 og rétt okkur upp og stíga fremst á dýnuna. Skulum aftur koma niður í sætið, setjast niður og svo sveiflum við handleggjunum þannig að fingurgómarnir snerta hérna dýnuna, koma upp, stoppa meðfram eyrunum og við höldum aðeins.
Setjumst vel niður og aftar ef við getum. Öndum að og frá, gerum frambeygju, að hálfa lyftan, frá, stígum eða hoppum aftur í plankastöðuna, höldum henni aðeins, komum okkur svona þokkalega þægilega fyrir í plankastöðunni, eða þægilega hægt að vera í þessari stöðu og við skulum díga 10 sinnum út fyrir dýnuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Gera armbeygju, upp hund og hund. Senda hælana vel niður, þrýsta vel í gegnum lóa. Losum svo hægri fót, teygjum upp hægri fót og stígum fram með hægri fót og leggjum framhandlegginn hérna ofan á hnéð. Við ætlum að gera hliðarhorn. Þannig að vinstri höndin sveiflast hérna fram, höldum fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Svo setjum við vinstri höndina hér niður í gólf, komum upp á tæra aftari og opnum hægri höndina hérna upp, horfum upp fyrir 5, 4, 3, 2 og 1, teygjum svo hendina hérna aftur fyrir okkur, horfum á þaumalinn, 5, 4, 3, 2 og 1. Báðir lófar í gólf, stígum aftur í plankastöðuna. Höldum plankastöðunni fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Beygjum arma, gerum upphund, gerum hund. Senda hæla niður, þrýsta lófum í gólf. Sveifla svo upp vinstri fæti og stíga fram með vinstri fót. Framhandleggurinn á og hægri höndin upp í hliðarhornið. Fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Hægri höndin ofan í gólf, upp á tær og vinstri höndin upp. 5, 4, 3, 2 og 1. Höndin aftur, horfum á þumalinn. 5, 4, 3, 2 og 1. Báðir lófar í gólf, stígum aftur í hundinn. Halda hundinum aðeins. Komum svo niður á olnbogana í höfrungastöðuna fyrir 15. Þannig að þeir sem vilja koma upp í handstöðu á framhandleggjónum hafa nægan tíma til þess. Komum niður á olnbogana og teljum niður 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Aftur í hundinn. Þrýstum vel niður lófum og hælum, öndum svo djúpt að horfum fram á milli handana og stígum eða hoppum fram til að koma aftur upp í sætið og höldum sætinu fyrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Réttum okkur upp, losa hendur, hristum aðeins til fætur, finnum að líkaminn hefur vonandi hitnað eitthvað. Höldum áfram með standandi stöður. Við ætlum að taka núna snúna þríhyrninginn, tökum dýnubreidd milli fóta.
Stígum vel í hægri, nett skref aftur með vinstri og ennþá passum við upp á dýnubreiddina, vinstri höndin upp, snúum okkur yfir til hægri og svo leggjum við lófann niður við hliðina á fætinum og teygjum upp vinstri hægri höndina fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Koma upp, stíga fram. Stíga núna í vinstri, nett skref aftur með hægri. Hægri höndin upp, snúum okkur yfir til vinstri og komum svo lófanum hér niður í gólf. Vinstri höndin upp, 5, 4, 3, 2, 1. Anda að, koma upp, stíga fram. Ljómandi gott. Tökum einu sinni enn standandi stöðu með flæði. Við ætlum að setjast enn og aftur niður í sætið. Setjast niður. Þriðja sætið. Sveiflum fingurgómunum, snerta upp, halda. Öndum að, teygjum vel hendina fram og upp. Öndum frá, frambeygjan. Að, hálfa, frá, stíga, hoppa aftur í plankastöðuna. Gerum armbeygju, gerum upphund, gerum hund. Og við ætlum að stíga fram með hægri fót. En vera upp á tánum á vinstri. Koma upp í svona afturstig. Teygja upp hendurnar. Leggja svo saman lófana. Vísum fingurna saman og upp í loft. Og við ætlum að halda. Lósa hendur. Og við ætlum að setja núna hægri höndina svona skrefi fyrir framann, lyfta vinstri fæti og opna höndina upp ef það er í boði, annars setjum við hana bara hér á mjöðum fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Skila niður, báðir lófar í gólf, stíga aftur, gera plankan, armbeygjuna, upp hundinn. Hundinn, stíga fram með vinstri, upp á tán á hægri, langt og gott skref, sveifla upp höndunum, lófana saman, vísifingur upp í loft, við höldum. Losa hendur, stíga svo aðeins framar, vinstri höndin kemur niður í gólf, lyftum vel hægri og sjáum hvort það er hægt að lyfta hægri höndinni upp fyrir 5, 4, 3, 2, 1. Báðar lófar svo í gólf, stíga aftur í plankastöðuna og síðasta púlið, halda plankanum. Og stíga aftur út fyrir 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Armbeygjan, upp hundurinn og hundurinn fyrir 5. Hvíla 4, 3, 2, 1. Anda djúpt að. Stíga, hoppa fram í sætið, setjast upp, aftur fyrir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réttum úr okkur og segjum upp til lokið. Ljómandi gott.
Stöndum aftur fremst á dýnunni. Núna rúmlega mjaðmabreidd. Tökum aðra djúpa frambeygju, setjum hendur á mjaðmir, spennum kviðvöðva, föllum fram. Við ætlum að setja núna lófana undir fætur að framan og slaka á höfðinu, slaka á hálsinum, breitt bakið. Losa hendur, grípa aftan í hásinarnar, láta olnbogana falla út til hliðanna, falla vel fram. Og setjum hendur upp á mjaðmir, spenna kviðvöðva, koma upp og hrista fætur. Það er ljómandi gott. Við skulum taka smá jafnvægi, tökum tríið, róa vel taugakerfið, taka langa og góða stöðu í trénu í dag. Kannski er þetta ykkar dagur í jafnvæginu og hægt að standa með lokuð augun allan tíman. Við erum að skjóta rótum á vinstri, draga upp hægri, get sett hælinn alveg upp að náranum við viljið almáli að snúa hnénu vel út til hliðar, draga hendurnar upp, allir vöðvar líkamannsins ímyndaðir í miðlínu og við höldum fyrir svona cirka 30. 20. 10. 5. 4, 3, 2 og 1. Losa hendur, losa fót. Og svo skjótum við rótum á hægri, tökum upp vinstri, tegjum upp handleggina og við höldum fyrir cirka 30. Prófið jafnvægið í dag, prófið loka augunum ef það er í boði. Tuttugu. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Losa hendur, losa fót, hrista fætur. Ljómandi gott. Við ætlum að nota þennan hita sem við höfum vonandi byggt upp í líkamanum núna til þess að teygja vel framan og aftan á lærunum. Þannig að við ætlum að koma okkur niður með flæði, standa fremst á dýnunni, anda að, teygja okkur upp, anda frá, falla fram, þrýsta lófanum vel í gólf, anda að hálfa lyftan, frá, stíð eða hoppið eftir í plankastöðuna, heldum henni eitt andartak, áður en við beygjum svo arma, rúllum yfir tær, gerum upp hundinn, ýtum okkur aftur í hundinn og svo krossleggjum við fætur hér undir líkamannum og setjumst aftur. Ljómandi gott. Við skulum byrja bara á venjulegu frambeginni, aðeins að tékka á stöðunni bara, hvernig við erum stemmd aftan á lærunum, ýtum til fleskinni eins og við þurfum, finnum eitthvað aðeins fyrir setbeinunum, munið að sitja upp á okkur ef þið náið ómóla þessum halla fram, teygjum okkur upp, tökum fyrst í stóru tærnar, höldum og reynum að leggja okkur saman. Og við höldum þessari stöðu og notum innöndunina til að toga betur í tær, toga okkur fram, fráöndunina til að toga okkur betur niður. Öndum að, togum í, frá, leggjum okkur betur saman. Að og frá. Öndum að,
og öndum frá. Einu sinni enn, djúp innöndun, fráöndun, leggjast eins vel saman og þið getið í dag. Og öndum svo að, losa. Við ætlum að nota snúna plankan næst sem svona millistöðu. Setjum hendurnar hér aftur fyrir líkamann, fingurnir snúa í áttina að okkur, hælarnir saman og við ætlum að lyfta okkur upp fyrir 5, 4, 3, 2, 1 og setjast aftur. Núna ætlum við að losa hægri fót. Setja ylina hérna alveg upp við innanvert lærið, vinstra megin. Reyna að koma hnénu niður hérna hægri. Teygjum okkur upp og teygjum okkur fram. Togum í fótinn. Sama á áðan, við togum í fótinn á innöndun. Leggjumst betur niður á fráöndun. Við öndum að og við öndum frá. Að, togum vel í fótinn. Frá, leggjumst alveg niður. Togum og pressum okkur saman. Einu sinni enn. Anda að, anda frá. Á innöndun, losa fótinn, aftur, notum snúna plankan sem millistöðu, hendurnar fyrir aftan okkur, hælana saman, réttum vel úr ristunum, lyftum okkur upp fyrir 5, 4, 3, 2 og 1. Setjast aftur, nú vinstri, beygjum hnéð, komum ylinni alveg fyrir uppið innanvert lærið, teygjum okkur svo í hægri fótinn, togum vel í fótinn og við öndum að og togum og frá og leggjumst alveg yfir fótinn. Við öndum að og teygjum og frá og leggjast ofan á fótinn. Anda að og anda frá. Djúp innöndun, róleg fráöndun. Einu sinni enn, öndum djúpt að, rólega frá. Að, losa svo hendur og aftur, snúna plankan, smellið höndunum hér aftur fyrir bak, hælana saman, rétta vel úr ristunum, lyftum okkur upp fyrir 5, 4, 3, 2, 1 og niður. Ljómandi gott. Skulum við taka hægri fótinn hérna aftur fyrir. Köllum þetta stundum grindahlaupa stöðuna. Látum hnéð vísa beint út til hliðar ef það er í boði. Annars færum við bara lærin nær hvort öðru. Eins og áðan, öndum að og teygjum okkur upp, frá, höllum okkur fram og togum í vinstri fótinn. Og við öndum að og togum vel í, frá og leggjumst alveg yfir fótinn. Að, toga í, frá, leggjast yfir fótinn. Aftur, að og frá og aftur. Innöndun, róleg fráöndun. Einu sinni enn, djúp innöndun, róleg fráöndun. Öndum að og losum okkur úr þessari stöðu. Skinnum fótunum aftur á sinn stað og aftur og enn, snúna plankan, hæla saman, hendur fyrir aftan og við lyftum okkur upp fyrir 5, 4, 3, 2, 1. Látum mjaðmina síga og hinum megin þá núna. Vinstri fóturinn hérna aftur fyrir okkur. Teygjum okkur upp. Fráöndum, föllum fram. Og við öndum að og togum vel í fótinn. Frá, leggist niður á fótinn. Öndum að og frá. Djúp og róleg innöndun. Hæg fráöndun. Öndum aftur að og frá. Djúp innöndun.
Róleg fráhendun. Aftur öndum að og öndum frá. Og einu sinni enn komum okkur hér upp úr stöðunni. Fæturnir fyrir framan okkur, hælarnir saman í gólfi, hendurnar fyrir aftan. Lyftum okkur upp í snúna plankan. 5, 4, 3, 2 og 1 og skila okkur niður. Ljómandi. Núna skulum við koma upp í krjúpandi stöðu og fara að dunda okkur við að teygja eins framan á lærunum. Skulum setjast vel aftur á hælana, bera bein í baki. Slaka vel á ristunum, slaka á mjóbakinu, hafa hálsinn langan og afslappaðan. Og fyrir þá sem að geta lagst bara beint aftur á bak úr þessari stöðu, kannski tekið hnén aðeins í sundur og lagst bara hérna alveg aftur, þá bara gerið þið það núna. En fyrir þá sem ekki geta það, þá eru nokkrir aðrir kostir. Þannig að þeir sem að geta lagst aftur á bak og haldið þeirri stöðu nokkuð þægilega, skuli koma sér bara fyrir í henni. Það er ekki að prófa að teygja annan fótinn í einu. Þá getum við setið til dæmis á vinstri, teygt hægri fram og bara hallað okkur aftur á bak eða jafnvel lagst aftur á bak og fundið teygina framan á lærinu. Ef þetta er alls ekki í boði, þá getum við einfaldlega bara lagst á hliðina. Og ég ætla að gera það í dag svo ég hafi jafn langan tíma báðum megin. Sett hælinn vel aftur í rassinn, skotið mjöðminni vel fram, toga hnéð aftur, halda stöðunni, finna góða teygju og ef þið finnið litla teygju svona, gætum við jafnvel bætt aðeins á hana með því að leggjast á magann, sótt fótinn, pressa hann vel niður og jafnvel kannski tekið með báðum ef það er í boði. Því að við sveigjum efri hluta líkamans upp á móti, þá kemur oft betri teygja inn í mjaðmagrindina líka. Höldum aðeins lengur. Við erum að halda í svona rétt rúmlega mínútu. Og svo skilum við og skiptum. Og þá myndum við, ef við vorum að prófa að æfa okkur í að halla okkur aftur á bak, sitja núna á hægri, teygja vinstri fram og halla okkur þaðan aftur á bak og leggjast aftur á bak. Úps, nú slift hérna hjá mér, ja? Eða koma á hliðina og einfaldlega bara teygja hælinn vel aftur, ýta mjöðminni fram. Halda, gefum okkur góðan tíma í að teygja á. Tókum aðeins betur í fótinn, hínu lítið betur. Og losum svo fótinn og skila. Komum svo aftur upp á hnén. Aðeins búin að teygja framan á lærunum. Þeir sem voru liggjandi alveg niður flatir koma upp núna líka og setjast upp á hnén. Hafa fengið vonandi líka mjög góða teygju framan á lærinu. Við ætlum núna aðeins að færa hana ofar á lærið og meira inn í mjaðmagrindina og inn á nálasvæðið. Við ætlum að koma upp á hnén og við ætlum að stíga fram með hægri fótinn. Notum hann til að styðja okkur og halda almennilega jafnvæginu. Því við ætlum að sækja vinstri,
pressa hælinn vel hérna inn að rassinum. Ef að þetta er mjög vont fyrir hnén, þá munum við getum rúllað upp á dýnurnar eða af því að við erum kannski bara að gera þetta heima, náða okkur í púða, ítt bara á pásu og sett púða undir hnéð og haldið teygjunni þannig. Fyrir þá sem að vilja taka með báðum höndum í fótinn, gerum það, annars með öðrum, lyftum upp hægri höndinni á móti, skjótum mjöðminni vel fram, horfum upp, höldum, sjáum hvað við náum, pressa hælinn nálægt rassvöðvanum, leið að við ýtum mjöðminni fram. Að halda og halda. Anda rólega og skila og losa. Stígum svo fram þá með vinstri, upp á hnénu á hægri, höllum okkur aðeins fram eins og ykkur ýta okkur svona aðeins fram í stöðuna áður en við sækjum fótinn, pressum hann vel að. Og ég er að gera þetta mjög léttilega, ég er að taka upp nokkra tíma í röð. Þannig að ég held að ég sé að fá alveg næga teygju í dag. Þið eru hins vegar að pressa öllum lífs- og sálarkröftum ef þetta er eini tími dagsins. Toga hælinn að. Það er mjög gott að taka á eftir þessum tíma svo einn rúllutíma. Fínt að gera það á eftir tíma þar sem maður er búinn að hita sig vel upp. Hressum aðeins betur, losum, frábært. Miklum vera áfram upp á hnjánum. Skulum taka kamelstöðuna, við ætlum að taka hana tvisvar og við getum sett undir okkur tærnar eða haft ristarnar sléttar. Við ætlum að setja hendurnar á meðan mér, ýta okkur aðeins fram og svo grípa hér í hælana og halda fyrir 10, 9, ýtum mjöðmunum vel fram, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Koma upp, setjast aftur á hælana, halda bakinu beinu, anda djúpt. Við finnum líka að þetta er dásamleg bakfetta, opnar alla framhliðina, alveg eins og hún leggur sig. Við ætlum að gera þetta aftur, komum aftur upp á hnén, en við getum alltaf stytt bilið ofan í hæla með að setja undir okkur tærnar eða höfum ristarnar bara sléttar á dýnunni, setjum hendur á mjaðmir, ýtum aðeins fram, höllum okkur svo aftur á bak, sækjum hælana, höldum í hælana fyrir 10, 9, 8, 7, ýta mjöðmunum vel fram, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koma upp, setjast á hælana, lokum augunum, bein í baki. Frábært. Við skulum taka svo stöðu núna sem að getur, ef við náum almennilega teygju í hérna, út alveg dásamlega teygju hérna framan á lærið og inn í mjöðmina og jafnvel utan á líka. Við ætlum að koma í dúfuna. Við ætlum að koma upp á 4 fætur, kannski einfaldast að koma sér í stöðuna þannig. Færi svo hægra hné að hægri úlnlið. Hnéð þarf að fara svolítið utarlega á dýnuna til þess að við finnum almennilega teygju.
Teygjum svo vinstri fótinn langt, langt aftur. Og höllum okkur svo fram. Getum lagst niður í sofandi dúfuna ef við viljið. Setjum við höfuðið niður, setjum hendurnar jafnvel hér upp á bak. Við getum líka verið hér ef þetta er bara alveg fullmikið kannski. Við reynum í dúfunni alltaf að hafa mjaðmagrindina svolítið þunga. Svona eins og þessi búið að setja þungan poka eða bolta ofan á mjóbjakið á okkur eða rétt fyrir ofan mjaðmirnar hérna. Ýtum okkur niður og togum okkur svona fram ef við erum farin að geta lagst yfir fótinn. Og við reynum að hafa mjög þungan efri hluta líkamanns. Slaka vel á því að teygjan kemur einhvern veginn bara svona sjálfur sér ef við gefum eftir inn í hana. Og svo þegar við erum búin að liggja niður í dúfunni í smá stund, skulum við reisa okkur upp, ekkert að hreyfa neitt við fótstöðunni samt. Og við skulum sækja vinstri fótinn með hægri hönd, beygjum hérna hné, sækjum, setjum höndina hérna ofan á ristina, réttum okkur svolítið upp. Nú reynum við að pressa hælinn niður í áttina að rassinn líka og fá ennþá betri teygju framan á lærið. Höldum stöðunni. Pressum hælinn aðeins betur að. Og svo skiljum við. Og við skulum ýta okkur aðeins örsnöggt upp í hundinn til að stíga almennilega í krubbaða fótinn. Svo stíga í hægri, koma blóðinu aftur á hreyfingu. Og svo skulum við sveifla vinstra hnénu fram að vinstri úllið og teygja hægri fótinn vel aftur. Reynið að finna ykkar þægilegustu og bestu stöðu á dúfunni þannig að þið fáið sem mest út úr stöðunni. Og kannski er hellingsteygja bara hér uppi, kannski viljum við leggjast niður, alveg jafnvel niður í sofandi dúfuna sem við setjum höfuðið bara alveg ofan í dýnuna og kannski hendurnar upp á bakið líka. Getum við verið hér til að búa til meiri þyngd. Finna góða teygju í stöðunni. Þegar þið slakið á í dúfunni skulum við einbeita okkur svolítið að andardrættinum og fara að hægja aðeins á önduninni, dýpka svolítið öndunina og fara að síga á seinni hlutan á tímanum hjá okkur og fara að róa líkamann. Verðlaunan fyrir framlagið í dag í hreyfingu með slökun. Haldum dúfunni samt aðeins lengur. Smá stund í viðbót. Og svo skulum við rétta okkur upp, ekki hreyfa neitt við fótstöðunni munið. Svo skulum við sækja hægri fót með vinstri hönd. Pressa hælinn aftur vel niður í áttina að rassinum, halda stöðunni. Eftir sem við réttum betur upp efri hluta líkamanns og náum hælnum nær, því skemmtilegri verður teygjan. Getur líka rennt okkur ennþá aftar í stöðuna, setja olnbogann svolítið upp í loftið og horft jafnvel aftur. Fáum smá snúning líka á hrygginn í leiðinni. Finnið hvað er besta útgáfan í dag fyrir ykkur af þessari stöðu. Pressum aðeins betur. Dýpkum stöðuna aðeins betur og svo losum við, ýtum okkur aftur upp í hundinn hérna megin líka með því að stíga vel í vinstri fótinn. Koma blóðinu aftur á hreyfingu þar. Stígum vel í fótinn
og skilum okkur svo aftur og enn niður í krjúpandi stöðu. Fæturnar alveg saman, hælan alveg saman, bakið beint, hálsinn langan. Finnum hvernig við getum þanið út brjóstkassan alveg framan á, út til hliðana, upp undir handarkrikana, herðablöðin og anda svo rólega og yfirvegað frá, aftur, djúp og róleg innöndun, yfirveguð, fráöndun. Setjumst aðeins betur aftur á hælana, jafnvel höllum okkur aðeins aftur og fyrir suma þá teygir ekki neitt á ristunum. Þannig að þá lyftum við okkur hérna upp líka, lyftum upp hnjánum, lyftum upp sköflungunum, finnum smá teygju framan á ristunum. Höllum okkur aftur, dásamlega teygja. Fyrir aðra getur verið nóg að vera bara hér og halla sér aðeins aftur á bak. Frábært. Komum svo aftur niður í sitjandi stöðu. Við erum ekki alveg búin að yfirgefa það að teygja aftan á lærunum. Við skulum sækja hægri fótinn, taka í stóru tána og rétta bara úr fætinum hérna fyrir framan okkur. Síðan skulum við taka í fótinn með báðum höndum. Bara þar sem þið náið. Kannski hérna utan um fótinn. Kannski einhvers staðar neðar, en samt fyrst og fremst skulum við allir reyna að hafa fótinn beinan. Það sem við ætlum svo að gera, þegar við erum komið með gott tak á fætinum, er að færa efri hluta líkamans nær og sjá hvort við getum sett hökuna eða ennið á hnéð eða sköflunginn. Sjáum hvað við getum. Við erum allan að miða þangað. Og við erum svolítið að gera efri hluta líkamans eins og kúlu. Leið og við drögum fótinn nær. Ef þið finnið enga teygju aftan á lærinu hér, þá fögnum við bara og reynum að halda því sem lengst í gegnum ævina. Annars haldið áfram að reyna að toga vel af, halda og skila niður. Sækjum svo hinum megin, byrjum á að taka í stóru tána bara. Af því að það eru margir sem þurfa að hafa fótinn boginn fyrst, svo reynum við rétt úr. Kannski erum við bara hér. Ef ekki, sækjum við fótinn, tökum í hann það sem er þægilegt. Hinn fóturinn liggur alveg afslappaður á dýnunni og svo reynum við að leggja hökuna eða ennið einhvers staðar á fótinn, þar sem við teygjum hann upp í loft. Leggjum okkur saman eins og við getum í dag. Aðeins betur, pressum okkur aðeins betur saman, leggjum okkur alveg saman og skilum svo niður. Ljómandi gott. Við skulum svo taka fætur sundur. Í gott vaff aðeins út fyrir dýnuna ef við þurfum. Og við skulum snúa okkur að vinstri fætinum, leggjast yfir vinstri fótinn, taka vel utan um vinstri. Við öndum að og tókum aðeins í, frá og leggjum ofan á fótinn. Öndum að og öndum frá. Svo upp úr stöðunni og leggjumst yfir hægri fótinn, snúum okkur að hægri, höldum utan um fótinn og leggjumst ofan á fótinn. Við öndum að og tókum aðeins í, frá og leggjumst betur ofan á fótinn og aftur tókum aðeins í og frá og leggjumst hérna ofan á fótinn. Einu sinni enn. Ljómandi gott.
fæturnar svo saman og við skulum leggjast á bakið. Við skulum enda þennan tíma í dag á því að fara upp í hálfbrú og brú. Þannig við skulum byrja á því að leggja hendurnar niður með hliðum og sirka meðanbreidda á milli fóta. Og fyrst bara nota kraftin í rass og lærvöðvunum í að lyfta okkur hérna upp. Og við ætlum að halda. Síðan ætlum við að sveifla handleggjónum upp fyrir höfuð. Hafa handleggina beina fyrir ofan höfuð. Reyna að láta handarbökin og framhandleggina liggja alveg í gólfi. Lyfta mjöðmunum vel upp. Halda. Og við erum að nota kraftinn. Við erum að nota vöðvana. Ég held okkur uppi. Hnéskéljarnar vísa beint fram. Við erum ekki að missa fæturnar sundur eða láta hnén skella saman. Þetta er bara að halda okkur uppi, halda stöðinni, nota styrkinn í rass og lærvöðvum. Og fyrir þá sem geta auðveldlega ýtt sér upp í brú, þá losið þið hendur og setjið lófana núna hérna sitt hvoru megin við eyrun og lyftið ykkur upp í brú. Fyrir hina sem ætla ekki upp í brú þá höldum við áfram þessari stöðu, engin pása á milli. Það er annarkvort bara héðan og beint upp í brú eða halda áfram. Og við höldum. Eins og við séum að kreista síðasta kraftinn úr vöðvunum. Og ef þið eru upp í fullri brú eða hjólinu eins og það heitir í jóga, þá haldið þið áfram. Og reynið að færa athyglina í rass og læri. Þaðan kemur krafturinn í dag. Þó að hendurnar séu vissulega með. Nota stóru vöðvana í miðjunni. Og nú erum við búin að halda í 2 mínútur. Setjum við hendurnar aftur niður með hliðum. Þeir sem eru upp í fullri brú síga niður. Látum mjöðmina síga og slaka. Ljómandi gott. Róum aðeins andardráttinn. Setjum svo iljarnar saman. Látum hnén falla út til hliðanna. Setjum hendurnar aftur upp fyrir höfuð. En núna ætlum við að hafa þær í kafturstöðunni. Rólega að, rólega frá, höndum að. Og rólega frá. Einu sinni enn, ofurhæg, djúp. Innöndun og ennþá hægari fráöndun. Þegjum svo hendurnar beint út til hliðana. Það réttum úr vinstri fætinum og við stígum með hægri hér út fyrir hnéð vinstra megin og veltum yfir til vinstri. Reynum að halda öxlunum áfram, kjörrum í gólfi, snúum jafnvel höfðinu og horfum út eftir hægri höndinni. Tökum smá hliðar sveigju hérna. Höldum stöðunni. Höndum rólega að og aðeins hægar frá.
Getum lokað augunum. Anda rólega að og rólega frá. Aftur. Rólega að og rólega frá. Veltum okkur svo aftur upp í miðju. Réttum úr hægri fætinum. Beygjum vinstri, stígum hérna út fyrir hnéð. Setjum hnéð eins langt niður í gólf og við mögulega getum aðeins að missa axlirnar alveg upp. Snúum svo höfðinu yfir til vinstri. Horfum út eftir vinstri handleggnum. Hægjum á andardrættinum. Dýpkum andardráttinn. Sendum hnéð vel niður. Endum svo að og veltum okkur aftur yfir í miðju. Setjum núna hendur eins og ykkur þykir best í slökunni. Munum að allir lófar snúa alltaf upp. En handleggirnir geta verið langt út frá líkamanum eða þessuna niður með hliðum. Réttum úr báðum fótum. Stillið af það bil sem að hendar best. Engin þrýstingur í hælunum. Leyfum fótunum að falla út til hliðana. Veltum aðeins til höfðinu, lengjum hnakkan. Látum fara vel hálsinn. Höfum augun lokuð. Hafið aðeins bil á milli varanna, svo slakið á í kjálkanum. Skulum aðeins krumpa tærnar. Fetta þær í sundur og slaka á tánum. Við skulum slaka á iljónum. Og við getum séð fyrir okkur slökunina eins og einhverja mjúka og þægilega tilfinningu sem að læðist líkamann og byrjar í fótunum. Við skulum slaka á ristunum, slaka á ökklunum. Finnum hvernig kálfavöðvarnir fletja úr sér, hægra megin, vinstra megin. Við aflæsum hnjánum. Finnum hnéskiljarnar bara fljóta einhvern veginn lausar. Hnésbænnar. Svona míkróbeygja. Svona slaka á vöðvunum framan á lærunum. Frá hné og alveg upp í mjöðum. Hægra megin, vinstra megin. Svona slaka á innan á lærunum. Hægra megin og vinstra megin. Svona slaka á aftan á lærunum. Alveg frá hnjám og upp á rassvöðvunum. Sleppum á aftan á hægra lærinu. Sleppum á aftan á vinstra lærinu. Svo þurfum að slaka á utan á lærunum. Sleppum á utan á hægra megin og vinstra megin. Og fótleggirnir gefa eftir. Þeir eru pínulítið þungir og afslappaðir á dýnunni. Við finnum að mjaðmagrindin getur þyngst aðeins meira frá öndun. Flatta aðeins betur úr rassvöðvunum. Slakað á magavöðvunum. Og við ætlum að slaka á vöðvunum í bakinu. Neðst í bakinu. Í mjóbakinu. Upp með hryggsúlunni. Hægra megin. Vinstra megin. Slökum á öxlunum. Fletjum vel úr hægri öxlinni, vinstri öxlinni.
Öndum djúpt og þenjum út brjóstkassann og slökum á brjóstvöðvunum, hægra megin, vinstra megin. Við slökum á handleggjónum, aflæsum olnbogunum, þunga fram handleggi, mjúka úlnliði. Slökum á lófunum, fingrunum, handarbökunum, hægri handleggurinn og vinstri handleggurinn. Við slökum áfram á hálsinum, aftan á hálsinum. Við slökum á andlitinu, tungunni, kinnunum, eyrunum. Slökum á augunum, slökum á höfuðleðrinu, hægjum á hugsunum okkar, slökum á streitu og spennukerfinu, leyfum slökuninni að taka yfir. Við heyrum eigin andardrátt, hljóðlátan, djúpan, mjúkan og við finnum fráöndunina hæga og rólega. Skulum gefa okkur smá stund í viðbót bara til að hlusta á eigin andardrátt. Ef hugsanirnar flögra mikið, þá skulum við bara horfa á það sem kemur upp og leyfa þeim að fljúga svo burtu. Ef þið hafið aðstöðu og tíma til að slaka á lengur, skulið þið gjarnan gera það. En ef ekki, þá er tími til kominn að fara að hreyfa aðeins fingur, tær, úlnliði, ökkla. Draga upp fætur, setja iljar í gólf. Við verðum að vera dýnubreidd í sundur og láta hnén falla yfir til hægri, yfir til vinstri og aftur yfir til hægri og leggjast aðeins á hægri hliðina. Þar getum við kuðlað okkur aðeins saman áður en við setjumst upp. Setjumst með fætur krosslagða, bein í baki, öndum rólega að og rólega frá. Setjum hendur saman, hugsum eitthvað sem við getum verið ánægð með og þakklátt fyrir í lífinu í dag. Og segjum takk fyrir. Namaste.